Heyrðu, ég býð ykkur velkomna. Ég kátur að sjá að þeir eru 4. Ég vil taka það fram að ég hef mest verið vanur því að vera að kenna bara örfáum. Vanalega þegar ég var að kenna sem mest í Balkanlöndunum að þá var þetta hjá fyrirtækjum og þá voru það 1 eða 2 starfsmenn sem voru og þetta voru þægilegt sko. Þá hafði maður mjög náið tengsl við menn. Þannig að það sem við erum að fara að gera hérna í dag, það skiptir dálítið máli að ná tengslum og menn skilji hvað við erum að gera og þetta vill oft vera eða það er stærri hópur að þá detta menn dálítið út úr og ná ekki að fylgjast með. En námskeiðið sem þið fóruð í gegnum, það fjallaði þetta tvennt. Það er annars vegar Gerðafellið, viðskiptaflokkun á timbri og svo staðalinn innsta 142 frá 2009 sem styrkflokkun á timbri og það er það sem við ætlum að gera hér í dag. Við ætlum að fara í gegnum það hvernig förum við að því að styrkflokka timbur. Það er raun og veru það sem við ætlum að fara í gegnum í dag. Þannig að ég mun svona byrja á því í að skýra út af hvernig staðallinn gengur og hvernig við nýtum hann til þess að flokka timbrið. Ég ætla strax að taka þið fram án þess að áður en einhver misskilningu verði, en þegar við erum að flokka timbur hér á landi í burðarþol, þá erum við oftast eða yfirleitt alltaf að tala flokkana T1 og T2. Í þann tíma sem ég hef verið hérna, þá hef ég aldrei þurft að flokka timbur í T3. Ég hef einu sinni lenti því að flokka timbur sem var að fara í límtrisframleiðslu. Það var þegar við gerðum göngubrúna yfir Þjórsá. Þá þurftum við að flokka timbur í það. En það er eina skipti sem við þurftum að gera. Þannig að í þessu námskeiði þá mun ég ekki leggja áherslu á annað heldur en að þessa flokka T1 og T2. Við erum með punkt hérna sem við munum nota á eftir til þess að útisflokka og það er merkt C24 sem er sama og T2. Og ég hef ekki hugmyndum af hvernig þetta punkt lítur út. Það getur alveg verið að það líti bara mjög vel út, það sé fáir kvistir og fáir gallar í því og við verðum mjög fljótir að fara í gegnum þetta, en aðalatriðið er að ég get sýnt ykkur á punktinu hvernig við metum efnið sem við erum með þarna. Nú, ef við byrjum á því að skoða þennan staðal, sem sagt styrkflokkunina, þetta er það sem er prentað út. Þannig að, já, sko, í meginatriðum þá er þetta þannig að þetta blað er skipt upp í vissa þætti og fyrsti þátturinn er það að það er að fjalla hvað erum við að flokka. Það geta verið lektur og listar og þá er þetta stærðirnar sem við erum að flokka eftir. Síðan er það borð og plankar og þá er þetta stærðirnar sem við erum að flokka eftir. Síðan erum við með heiltimbur. Þetta er minnsta stærðin í heiltimburinn 70 x 70. Það er mjög sjaldan sem maður þarf að flokka heiltimbur. Síðan er myndin af timbrinum, það sem ég er að leggja áherslu hér, að menn viti hvað við erum að tala um. Við erum að tala um breið, hliða fleti og það er ranghliðan og síðan er réttliðan og kanturinn. Og bara menn sé ekki að ruglast með önnur nöfn þegar við erum að vinna með þetta. Þannig virkar þetta. Síðan er eitt í þessum gögnum. Í þessum staðli sem við vorum að vinna með á þessum tíma, þá var öspin einnig leyfð til flokkunar. Það er ekki fyrir 2009, í nýja staðlinum, að þá er öspin tekin út. Þannig að við verðum að, eins og stendur, horfa fram hjá því að öspin er ekki leyfð til styrkflokkunar hér á landi lengur. Já, því miður, en vonandi, þetta er sammála því sagður, vonandi. Jú, en þetta er náttúrulega
Þetta 142 barviður, eða tekið fram. Já, byrjun á þetta þegar barvið. Barvið, já. Já. Þannig að þessu var eðlilegt að öspin færi bara í annað. Já. Þetta var á þessum tíma, sko. Já, öspin hefur aðra eiginleika heldur en hversu barviður. Já, en samt, sko, var öspin í styrkflokkun á Norðurlöndum fram til 2009 var með sömu kröfur eins og Bartrið, sko. En stóðstu þá ekki kröfurnar ef þú hver ástæða fyrir honum tekin út? Ég get sagt þér það, sko, að ég sat í þessum hóp sem var að vinna að þessari staðalagerð þarna og við sem við vorum tveir, það var Jón Sigurjónsson heitir hann, frá Rannsóknastofnun byggingarinnar þá, að við vildum að öspin væri áfram inni, en hin Norðurlöndin þau sögðu það öspin ekkert notuð í burðarvið lengur á Norðurlöndum. Þess vegna viljum við bara taka þetta út. Það erum við ekki að flækja máli. En svo aftur að gerast núna að þá er orðin trend eða áhugi fyrir því að öspin fari að koma inn aftur. Og það nokkuð sem við ætlum að fara að vinna með. Jæja, en ef við höldum áfram með þetta sá hluti sem þurfa að vera klárir á, hvaða stærðir að efnum, því að þessar stærðir sem við erum að tala hérna, það eru mismunandi töflur sem við notum til þess að flokka eftir. Nú, síðan þegar við förum hérna neðar í þessum, að þá komum við í þessar þættir sem eru ýmsar víðar einkennum og efnisgöllum, en svo kannski eitt sem við þurfum að horfa á, það hérna stærðarfrávikin. Það nokkuð sem skiptir máli. Við þurfum að vita hver frávikin mega vera í efninu sem við erum að vinna með, samkvæmt staðlinum. Annars vegar erum við að tala stærðarflokk 1 og stærðarflokk 2. Stærðarflokkur 2, það efni sem búið að hefla. Stærðarflokkur 1, það efni sem sagað. Og þess vegna þessi stærðarfrávik sem þið sjáið, það annars vegar í 1, þá það +3 eða -1 millimetr og svo það í stærðarflokki 2, þá það plus og mínus 1 millimetr sem við tölum þar. Þetta nokkuð sem við þurfum að vita og vera meðvitaðir þegar við erum með þetta efni sem við erum að skoða hérna eftir, þannig í búntinu, það heflað efni. Nú, síðan koma þessar efnisgallarnir og annað sem því, og það allt saman nokkuð sem þið það væntanlega lesið í gegnum og kunnið utan af. En eitt af þessu sem við þurfum að hafa í huga að það árhringjabreyttirnar, hvernig við mælum það, og það kemur þarna skýrt fram að við mælum ákveðna lengd, sem sagt 25 mm, og síðan teljum við árhringina og deilum í þessar 25 mm og þá fáum við út hvað árhringjabreyttin og það það sem málið snýst um. Og staðlinn hann gerir ákveðna kröfur það hvað árhringir mega vera breiðir í efni. Þeir sjáu það eftir. Nú síðan líka trefjarskekkjan. Við þurfum að geta mælt það og trefjarskekkja í efni skipti máli upp á burð og það kemur fram í staðlinnum alveg nákvæmlega hvernig það Síðan það vannkanturinn. Í staðlinum eru ákveðna kröfur það hvað vannkanturinn má vera mikill. Þarna það sýnt hvernig við mælum það. Þetta þetta sem við þurfum að hafa í huga. Síðan komum við í þessar sem formbreytingarnar og þá erum við með þessar 3 formbreytingar. Annars vegar það flatbeygjan, síðan kantbeygjan og síðan það vindingurinn. Og þarna fjallað það vonandi að nógu skýrt þannig að menn skilji hvernig við reiknum þetta út. Í sjálfur sér í venjulegu efni eins og þegar þið farið að saga eða annað slíkt eða að fá efni, þá þetta nokkuð sem sjaldnast maður að lenda í vandræði með. Formbreytingar verður maður ekki varfið fyrir en það mikið að þannvið í efninu eða eitthvað slíkt. Það þegar við förum að þurrka efni mikið þá fer þetta ofta af stað sko. En vanalega þegar við erum með byggingartimbur
í meginatriðum, þá erum við ekki að fara með það mikið niður fyrir 20% viðarraka. Nú síðan kemur þarna kafli sem fjallar kvist, málin og annað slíkt og þarna vonandi skýrt mjög vel út nákvæmlega hvernig við eigum að mæla þessa kvisti og annað slíkt. Ég lét ykkur fá plaggat þetta. Þetta svona, þarna fáið þið yfirlit yfir þessi eiginleika og einkenni á timbrinu, sko. Þetta plaggat svona lýsir því í megin atriðum þau vandamál sem maður að vinna með frá degi til dags í timbri. Ég vona að þetta komi að gagni fyrir ykkur, sko. Þetta eru myndir og annað sem unnar úr bókinni Gæðafjallir en gilda líka fyrir styrkflokkunina. Þeir getum vel notað þetta í báðum tilfellum þegar að vinna með þetta. En sem sagt hérna eru allir þessar kvistgerðir, ég ætla ekki að eyða tíma í það að fara í gegnum þetta, ég reikna með að þeir séu búnir að vera að skoða þetta. Það var í námskeiðinu sem þið fóru á netinu, þá var fjallað þetta og þetta eru margar tegundir af kvistum og margar gerðir sem að þarf að hafa í huga. Síðan kemur hérna í þessu blaði hér, þar eru þessar töflur. Þar sem verið að sýna stærðin á kvistum sem á vera í mismunandi efnisstærðum og annað slíkt. En, já, svo þetta annað. Síðan það þannig að það eins og ég var að segja við ykkur hérna í byrjun að við erum að vinna með styrkflokkana T1 og T2 og ég átti samtal við einn gúróinn í Svíþjóð, Tómas Ívarsson heitir hann og þá sagði hann mér það að hann væri búinn að útbúa lista sem hann notaði orðið í dag í sambandi við kennslu. Og eins og hann undirstrikaði við mig á sama hátt eins og ég undirstrikað við ykkur að við erum mest að tala T1 og T2. Og þess vegna náttúrulega kvistarstærðin í sambandi við það sem skiptir máli. Við skulum sjá. Og hérna sjáum við og hérna þetta gert mikið einfaldara, sko. Hérna erum við með efnisbreiddina og hérna erum við að tala C24 eða T2 og þá erum við með stærð af kvistum þar. Samir hérna T1, þá erum við með kvistabreiddina hér á breiðhliðinni. Þannig þetta mikið einfaldara. Ekki sammála því. Síðan kemur neðri hlutin á þessari töflu og þar verið að tala kantkvistina og þá sjáum við stærðin á kantkvistunum miðað við styrkleika á efninu. Það verið að selja mynd C18 í byggingavöruverslunum. Já. Maður mætti ekki, maður þurfti alltaf þá að krafa nota C18 má nota það í sperrur. Já, já. En C14. Sko C18 eða sem við tölum með T1, sko. C18 myndi flokkast líka sem T1. Einmitt. Nú, þannig að með því að nota þessar töflur þá þessi flokkur mikið einfaldari, sko. Síðan það hin töflan sem ég ætla að láta ykkur fá, sem líka leið einföldun á regluverkinu og eins og ég alveg sammála með Tómas Ívarsinni þegar hann gaf þetta út og sendi mér þetta, að það að gera að einfalda þetta þannig að menn sé ekki alveg týndir í einhverjum heljarina töflum, sko. Það meginmálið. Og ef menn lenda í einhverjum vafa atriðum, þá geta þær alltaf farið í staðinn og kíkt í stóru töflunar. Nú síðan þessi töfla sem ég sýndi ykkur áðan, að þá erum við að tala ýmis einkenni í viðnum. Og þarna þetta dregið saman á einfaldan hátt. Og þarna skrifað sko T1 sama og C14, sko. T1 þá upp að C24. Já, þá getur sagt það, sko. Já, lágmarkið 14 og... Það kemur líka C18, sko. Og það sami, fer í sama T1. En þannig á eftir, þegar við förum á stað með að skoða búntinn, þá skulum við nota þessa töflu.
ekki spurning. Þessa töflu skulum við nota og ekki vera að þvælast í stóru töflunum. Sem sagt á eftir þegar við förum hérna ráðumst á punktinn og byrjum að reyna að meta hvernig við líta út og annað slíkt, þá notum við þessa töflu og merkjum inn hvaða flokk þetta myndi tilheyra og síðan mun ég spyrja ykkur út í það hvað veldur þessari flokkun. Þannig gerum við það á eftir.